Já, komið sæl og verið velkomin í þriðja stefnumót í hádegi á þessu hausti, þar sem við tökum fyrir sorgina og listina. Ég heiti Matthildur Bjarnadóttir og prestur hér í kirkjuna og hjá mér Hrund Þórsdóttir, fjölmiðlakona og upplýsingafulltrúi. Ja. Og við fengum þig í dag í þetta þriðja stefnumót vegna þess að þú átt reynslu af missi og skrifaði bókina Loforðið. Hvenær kom hún út? Hún kom út, ég held ég fær rétt með að það hafi verið 2007. 2007, já. Og fekk barnabókaverðlaunin íslensku sama ár og fleiri verðlaun, það ekki? Jú, verðlaun sem ég þykir óskaplega vænt þarna árið eftir að þá fær hún bókaverðlaun barnanna sem eru sem sagt verðlaun þar sem börnin kjósa sjálf. Það sé kannski plakötin á bókasöfnunum þar sem börnin með að merkja við uppáhaldsbækurnar það árið. Já. Og ég var svo heppin að þessi féll í kramið og þá þótti mér óskaplega vænt. Æ, dásamlegt. Þannig að lesendurnir sjálfir, þeir voru sáttir. Já, allavega ef marka má þetta. Já, nákvæmlega. En mér langaði að byrja á að biðja þau að segja okkur frá þinni sorg, þín saga. Hver er hún? Já, sorgin er náttúrulega svona þetta, við komumst, það kemst enginn hjá því að upplifa sorgina. Og hún er náttúrulega eitthvað sem kannski bankar upp á öðru hverju í gegnum lífið í svona mismunandi myndum og mismunandi krafti. En svona þetta stóra áfall í mínu lífi verður 2004. Þá verður bílslys í Norður-Árdal í Borgarfirði og þar fóru sem sagt litla systir mín og vinkona hennar með henni. Systir mín var Mér strax að verða meir, hún var sérst 13 ára þegar hún lést og það var mamma mín sem keyrði bílinn og svona til að byrja með þá vissum við ekki alveg hvernig henni myndi reiða af sem svona kannski, hafði sín áhrif við þetta líka. Og þetta náttúrulega, þessi sorg þetta er náttúrulega bara, ég meina alltaf þegar barn deyr, það er náttúrulega bara ósættanlegt, alltaf. Já, einmitt. Og í okkar tilfelli verður þetta bara fyrirvaralaust og þetta er bara einhver nístandi sorg sem heltekur allt. Og ég upplifði sorgina svolítið svona sem, kannski í mörgum lögum, maður er einhvern veginn að syrgja allt sem hún missir af. Það að hún fá ekki að lifa lífinu, gera allt þetta sem við hinn erum að fá að gera. Svo maður að syrgja þennan svona eigin missi. Já, þínu systur. Já, það voru 9 ára á milli okkar en við vorum oft kallaðar tvíburar með 9 ára á millibili. Já. Það var svona innvolsífa býsna líkt og tengingin sterk. Já. Og ég velti, það er liðin þetta mörg ár síðan en ég hugsa stöðugt það hvernig lífið væri ef hún væri með, mér og okkur. Þú hefur ekki klárað sorgina. Nei, ég held maður að gera það aldrei. Nei, ég held að það sé algjört, það er bara bull í mínum huga, það sé hægt. Algjörlega. Og svo kannski líka þetta bara að sjá allt hitt fólki sem mann þykir vænt gangi gegnum hennar missi og horfa til dæmis á foreldra mín að missa yngsta barnið sitt. Það er bara, þetta er eitthvað sem á að vera óhugsandi og mér finnst bara mjög virðingarvert að svona geta haldið áfram eftir það. Það er nefnilega, það er afrek. Hvað varst þú gömul á þessum tíma? Ég var 22. 22 ára? Já. Nefnilega. Og þú nefnir þarna ólíkar tilfinningar og ólíka aðkoma að sorginni. En manstu svona, hvaða tilfinningar voru hvað sterkastar á þessum tíma? Hvað var það sem að virkilega leitaði á hugan? Það er stórt spurt. Já. Þú nefnir alltaf þessa ósanngirnis tilfinningu. Já, einmitt. Ósanngirnis og svona, ég veit ekki, svona í einhverju svona doða tímabili þarna til að byrja með. Þá er einhvern veginn svona einhver svona, skilningsleysi og kannski bara vantrú á að þetta hefði raunverulega gerst. Mér fannst aftur og aftur svona hellast yfir með einhver svona tilfinning bara ég orðin klikkuð. Mér bara búið að dreyma brjálæðislega langan og ógeðslegan draum og þetta einhvern veginn, það var svo óhugsandi að þetta geti gerst, fjarlægt manni. Þannig að það var svona kannski fyrstu og svo þetta eitthvað í blandið bara svona reiði og þennan nístandi sársauka sem einhvern veginn bara tók yfir allt. Þannig að nístandi sársauka, það sé rosalega góð lýsing. Og ég geti trúið því að hver einasti syrgjandi sem eru að horfa tengi við þessu óraunveruleika tilfinningu, þennan doða. Ég heyri þetta svo oft og fólk einmitt og vaknar á morgnana og hugsar, er þetta í alvörunni staðan? Já. Af því að þetta er svo óhugsandi. Já, og það er
Í meiri sagði auðvitað langt liðið og svona, en þessi tilfinning fer aldrei alveg kannski í burtu. Eða svona mér finnst þetta ennþá skrítið, þannig séð, að þetta hafi raunverulega gerst. Og maður svona, ég held maður sé alla æfi að vinna úr sumum hlutum. Já. Það bara þannig. En svo kannski þegar frá leið þá kannski komu líka jákvæðari tilfinningar. Þess að maður heldur ekki gleyma því að ef manni svona ber gæfa til að, ég veit ekki, á endanum kannski komast á þann stað. Að vinna einhverju leyti vel úr. Já, og þá kemur kannski inn einhver samkennd aukin og það kom inn fannst mér líka svona þegar ég náði að kannski taka ákvörðun að þú veist, maður hefur tvennt að velja þegar eitthvað svona kemur upp á. Men þú getur annarkvort bara gefist upp eða þá þú getur haldið áfram. Og ef maður nær að, allavega eins og ég upplifði þetta, að ef maður nær að ákveða að halda áfram og reyna að gera það fallega, sem sagt að reyna kannski að fá einhvern aukinn kraft út úr því sem hefur gengið á. Að þá finnst mér það mjög eftirsóknarvert eða svoleiðis og ég hugsa alltaf með mér að ok, ég þarf bara einhvern veginn að reyna að lifa fyrir okkur báðar. Og þetta varð kannski á endanum líka einhver, þó að sorgin sé ennþá alltaf til staðar, þá var þetta líka svona einhver innspýting til að svona, þú veist, sækjast eftir, þú veist, draumunum sínum og tikka einhver box á bucketlistanum, skilur, og eitthvað svona, þú veist, það bjóð til einhvern kraft til að gera hluti sem ég hefði kannski annars ekki gert. Kannski setti lífið í svolítið nýtt samhengi. Já, það gerði það. En það rosalega lífsleikni sem þarf til að lenda í svona hræðilegu áfalli og ná að skapa í leiðinni eitthvað fallegt. Og það, eins og þú segir, það ekki sjálfgefið að maður þarf að taka ákvörðun það. Hvað ætla ég að gera þessa reynslu? Ætla ég að láta lífið mitt stoppa líka? Eða ætla ég að búa til birtu? Ætla ég að skapa fegurð út úr því sem að upphaflega var bara hræðilegt? Já, og þetta hljómar óbúslega vel að segja þetta og hljómar eins og leiðin hafi verið eitthvað bein og breið eða ég veit það ekki og þú veist, auðvitað þetta ekki þannig en maður getur samt haft heilmikil áhrif á það sjálfur kannski, hvernig maður spilar úr eða svona ef maður kemst á þann stað einhvern veginn. Þú hefur einhver völd í þínu lífi. Já, maður hefur einhvert val eða einhver áhrif. Nefnilega. Fannstu einhvern tímann að þú værir utangarðs eða fyrir einmanaleika tilfinningu í þinni sorg? Já, það var eiginlega, ég myndi segja að vera tvíbent því að annars vegar, sko, til að byrja með þá fannst mér rosalega skrítið þetta, ég meina margir lýsa þessu með að þú horfir á heiminn halda áfram að snúast og allir hinir halda áfram að þú veist fara í maturubúðina og sækja börnin á leikskólann og fá kvef og eitthvað skilurðu. Og meðan þú bara, hugurinn bara fastur á einu stað, allt sem þú gerir, lest, sérð, heyrir, þú veist, ég var í námi, ég var að reyna að innbyrða einhverja þekkingu, svona þegar frá leið aðeins og einhvern veginn allt litast bara af þessu áfalli. Og mér fannst svona, til að byrja með allavega mjög erfitt að vera innan fólk og til dæmis að mæta í skólan það einhvern veginn, ég hætti því eiginlega bara. Ég hef alltaf svo sem verið mjög samviskusöm en það hendaði mér ekki að vera í tímum á þessum tíma. Og mér fannst ég einhvern veginn bara ekki ná að vera í takti við fólki í kringum mig sem var bara að halda áfram með lífið og tilveruna. En hins vegar, þá fannst mér líka fólk einhvern veginn, það er svona, maður veit alveg að maður á vini og kunningja og ættingja og allt þetta en fólk svona kannski reynir að svona, það veit ekki alveg hvað getur gert til að hjálpa. En þegar eitthvað svona stórt gerist þá reynir fólk alltaf að mynda einhverja skjaldborg held ég fólki sem í þessari aðstöðu. Þannig þú upplifðir ákveðna skjaldborg algjörlega fólki. Og ég fann það vildu allir vera til staðar, það vildu allir allt fyrir okkur gera og maður kannski ekki komin á þann stað að geta þegið það, geta tekið við því en manni þótt alveg jafn vænt það fyrir vikið og það var alveg jafn mikilvægt að vita af því að þú veist maður væri ekki einn og maður gæti leita til. Og dýrmætt að þú segir þetta bara fyrir sko þau sem eru að horfa sem einmitt kannski eru aðstandendur og eru að veikum mættir en að bjóða eitthvað að heyra ok, þó það kannski sé ekki þegið að það er svo gott að vita hvar hugurinn liggur og það er svo gott að fá tilboðin þó maður get ekki þegið. Já, algjörlega. Og bara þú veist, meiri sem bara tilboðum að hittast og þegja saman sko, getur bara verið mjög notalegt. Og svo bara einhvern veginn litlu hlutirnir, við ræddum um fjölskyldan löngu seinna. Þú veist, fólk reyndi að koma hérna, þú veist, vantar eitthvað bíl, getur við skuttlað eitthvað? Eða þú veist, ein vinkona mín mætti með portrett einn daginn, þú veist, og bara við höfum enga orku að borða og hvað þá elda. En þannig var matur, þannig þá fengu okkur aðeins, það er alls konar svona sem situr eftir, maður mann þetta ennþá, þú veist, hátt í 20 árum seinna, þá var þetta ennþá dýrmætt. Já, þú mannst portrettið. Já, það er alls konar svona hlutir þarna, þannig að það er mjög dýrmætt að finna fyrir fólkinu í kringu sig. Já, takk fyrir þá áminningu. En varðandi sko úrvinnsluna sem þú ert einmitt að tala hvað fannstu þér bjargráð? Hvað var það sem að þér fannst vera hvað gagnlegast í því að einmitt sko stoppa ekki lífið heldur komast á þann stað að geta haldið áfram?
Sko, þetta tók allt mjög langan tíma í rauninni og ég myndi segja sko allavega í okkar tilfelli að þá var þetta stóra áfall til þess að alls konar annað einhvern veginn fóru skorðum í framhaldinu sem maður er að díla við ekki bara þennan eina hlut og þennan missi heldur svo margt annað sem að verður ekki eins og á að vera kannski í einhvern tíma og mér fannst, við erum kannski ekkert opnasta fjölskylda í heimi, við vorum ekkert brjálæðislega mikið að ræða hlutina eða stöðuna. Deila tilfinningum. Nei, ekkert mikið í því, ekki allavega svona kannski með orðum, kannski meira bara með einhverju samveru eða eitthvað svoleiðis. En mér fannst, ég gerði alveg nokkra tilraunir til að leita til fagaðila, til að spjalla bara og reyna einhvern veginn að kannski að toga sig út úr skilinni eða svona hjálpa sér að fóta sig og mér tókst að finna tvær manneskjur sem ég gat svona spjalla við í einhvern tíma, það hjálpaði eitthvað. Annars vegar djákni og hins vegar geðhjúkrunarfræðingur. Mér fannst hins vegar, ég prófaði líka að tala við geðlækni, þetta að þetta voru mikla lægðir sem maður fór í gegnum. Og það hentaði mér ekki, mér fannst einhvern veginn í minningunum, þá var ég bara í 3 mínútur og þá var ég bara búin að stimpla með þunglynd og vildi setja mig á lyf. Og það var einhvern veginn, ég hef ekkert við það að athuga, en það var ekki það sem hentaði mér á þessum tíma. Mér fannst ég þurfa að finna eitthvað sem gæti sko, komið mér áfram, eitthvað sem ég gæti lifa með áfram. Vegna þess að einmitt, sko, sorgin í rauninni svo ótrúlega heilbrigt ástand. Þetta eru svo eðlileg viðbrögð við þessu hræðilega áfalli. Það er ekki, þú lagar það ekki með lyfjum þó þau getur þetta hjálpa til í ákveðnu tilvikum og maður alls ekki fordóma fyrir því. En það er nefnilega málið, þú varst ekki að glíma við geðsjúkdóm. Nei, ekki. Sko, þú varst að glíma við sorg, kannski í grunninn fyrst og fremst. Það var það sem, já, og það var alltaf það sem var verkefni mitt að finna einhverja leiðir til að halda áfram. Og svo kannski praktíska eða svona dagstælega bjargaráðið mitt er reyndar bara hreyfing líka. Það hefur alltaf verið ef ég hreyfi mig ekki þá líður mér illa bæði andlega og líkamlega. Það áttu við á þessum tíma líka, þótt maður kannski að fatta það ekki fyrir eftir smá tíma. Nei. Þannig að það skiptir máli. Getur verið erfitt að koma sér af stað. Já, og svo náttúrulega það sem við erum að tala um hérna í dag er náttúrulega þessi sköpun. Og ég náttúrulega, sko, tungumálið, íslensk tunga, það að skrifa og svona tjá mig, sko, hvað ég segja, og skrifa yfir máli, það er svona, hefur alltaf verið það sem henta mér. Við erum bæði áhugamál og atvinnutæki. Við hefum kannski eftir að taka þetta viðtal skriflega. Það er mjög auðveldra heldur en að tjá mig sko munnlega. En svona þannig að það var líka eitthvað sem ég leitaði. Við héldum til dæmis út í bloggi á þessum árum og það hjálpaði. Það var maður í ákveðnum samskiptum við allt þetta fólk sem ég var annars ekki tilbúin að umgangast endilega alltaf eða vera alltaf á fullu í öllu. Það er líka svo mikil sköpun í því að skrifa. Já, það er það. Já, það er það nefnilega. Stundum heyrum að fólk tala um það að það hafi upplifað svona ákveðin kraftaverk í sorginni, svona svo við förum aðeins inn á andlegu brautina. Er það eitthvað sem að þú þekkir og skilgreinir einhvern veginn? Sko, já. Ég get ekki sagt að ég sé brjálæðislega trúið í einhverjum hefðbundnum skilningi. Ekki með virki í andlegu lífi eða þannig? Nei, ég er það ekki. Það er kannski helst að ég bara eftir þetta þá tamdi ég mér að iðka þakklæti. Ég var sko, lærði kannski dýpra þakklæti fyrir það sem ég hef og kannski mín svona sem mætti kalla trúariðkun væri að ég enda alla daga á því áður en ég loka augunum á kvöldin þá þakka ég alltaf fyrir það sem ég hef og það er einhvern veginn bara þetta hjálpar við að bara svona róa sálina eftir daginn og fara betur inn í nóttina en já, byrju mig, hvert var ég að fara með þessu? Á kraftaverkin? Já, kraftaverkin en þetta svona, þessi einhver trú er samt til staðar og svona þó ég sé kannski ekki mjög trúið á svona hið yfirnáttúrulega, þá útiloka ég ekkert. Og það gerðist tvisvar svona, hvað ég segja, atvik sem að ég get ekki alveg útskýrt. Og svona þykir bara mjög vænt annars vegar var það bara, það hefur bara verið nokkrum dögum eftir að hún lést. Og þá flutti ég tímabundið aftur inn til foreldra minna eftir þetta. Og ég lá nú bara upp í rúmi og ég veit ekki hvort ég var hálfsofandi eða vakandi eða hvað, ég man það ekki. En allt í einu finn ég svona eins og þessi lagður lítill handleggur yfir mig. Mér fannst þetta eins og hún lægi allt í einu fyrir aftan mig og lagði handlegginn svona hérna yfir mig. Og þetta bara, þú veist, skynsama hliðin getur komið með einhverjar útskýringar á hvað var í gangi þarna. En mér fannst ég ekki vera að ímynda mér þetta og bara, þú veist, naut þess, stóð stutt yfir, en þetta er eitthvað svona sem situr eftir. Þú upplifði nervur? Ég upplifði einhverja nervur sem ég get ekki 100% útskýrt með skynsama jarðbundna heilanum mínum. Þannig að það var óskaplega notalegt. Fannstu huggun í því að finna hana hjá þér? Já, mjög mikla, því að maður er líka, kannski líka að því að ég er ekki mjög trúið á til dæmis framhaldslíf. Þótt ég eins og segi útiloki ekki neitt, þá er maður alltaf að leita einhverju haldreipi og þú veist, maður vonar alltaf að maður fá að hitta hana aftur. Og þannig að það er,
og ég get kannski svona haldið mér í hluti eins og þetta sem svona ok, hvað veit ég? Ég veit ekki neitt. Nei. Þannig að, og hitt sem var gríðarlega sterk upplifun, þá var ég sem sagt í fæðingu dóttur minnar, mitt fyrsta barn. Og fæðingin var búin að ganga svona, já, hún gekk alveg á pappírunum sko vel, náttúrulega fæðing og svona, já, en hún var erfið. Alltaf, já, mjög erfið, já, það voru enga pásur milli hríða, og bara hélt áfram klukkutímum saman. Þannig að ég var svona, mér fannst eins og ég væri að verða einhvern veginn örmagna, það gæti kannski ekki mikið meira. Og þá allt í einu kemur bara svona þessi, ég myndi ekki segja að sko systir mín hafi birst mér eða ég myndi ekki orða það þannig, en allt í einu svona bara svona heldtók eða svona yfirtók hugsunin hana með alla. Mér fannst eins og að birti aðeins í herberginu sem við vorum í og svona sko ekki eins og hún færi eins og það var ekki eins og ég væri bara að hugsa hana heldur var eins og þetta bara svona yfirtók líkamann, bara eitthvað gríðarlegur kraftur, bara augnablik, en mér fannst þetta nóg til að ég svona fekk smá búst inn í það sem ég var að gera. Já. Og ég hugsaði mér að sko ef hún einhvern tímann eitthvað staðar, veistu, þá var hún örugglega þarna. Já. Og vissi að þú þurftir að styrka halda. Já. Og þannig að hvort sem hún var þarna í raun og veru eða hvort að ég bara náði að sækja svona sterkt í hana til þess að sækja mig kraft, það skipti kannski ekki öllu máli. Nei. En þetta allavega var, já, upplifun sem skipti mig miklu máli. Já. Takk fyrir að deila þessu með okkur. Þetta er einmitt persónulegar upplifanir, einmitt svo fallegar. Já. Já. Og vonaríkar. Það er nefnilega auðvitað er eftir áfall, fólk þarf að eiga von og það leitar að von. Já, maður gerir það. Já. Og svona þegar maður er frekar svona, já, jarðbundið kannski þenkjandi eins og ég að þá er kannski ekkert mikið svoleiðis og þá er einhvern veginn, þá heldur maður ríghaldi í svona upplifun. Fékkstu þá gjöf? Já. En svo við snúum okkur að því sem þú nefndir, sko, listinni og sköpuninni. Hvernig fannstu þið knúna til að skapa eða tjá þig? Hvernig kviknaði hugmyndin að bókinni? Það er enda skemmtileg saga. Ég sko, eins og ég segi það, ég hef svona alltaf leitað í þetta að skrifa og ég var hélt út í þessi bloggi og ég rifði það reynda líka auka upp í aðdraganda þess að koma hingað að ég skellti í eina langa, það hefur sennilega verið 2 árum eftir slysið eitthvað svoleiðis, þá setti ég ein langa og mjög persónulega bloggfærslu í tilefni af minningadegi fórnarlömb umferðarslysa. Þá var ég að hvetja fólk til þess að fara inn og skrá sig í einhvern svona heitum að þú veist fara varlega í umferðinni og ég lét þarna einhvern veginn allt flakka og þetta var svona fyrirdaga samfélagsmiðlana en þetta fór á mikið flugs á texti og það er líka, það gaf mér líka heilmikið. Já, að þú varst að hafa áhrif í hennar minningu og hennar nafn. Já, þannig að það fannst mér mjög gott. En svo sem sagt hafði það í rauninni alltaf verið ákveðin draumur að skrifa bók og þá helst fyrir börn. Ég hafði alltaf haft áhuga á því, án þess að hafa nokkuð mann komið mér í það. Svo náttúrulega mallar í manni ýmislegt á þessum árum og ég til dæmis, sko, ég svaf ofboðslega illa þessi ár, alveg bara ég lá andvaka jafnvel tímunum saman og það er sérst í einni andvökunni að þá bara lýstur allt inni niður þessari hugmynd. Ég var ekkert að hugsa skrifið eitt eða neitt. En þá allt í einu bara kemur þessi hugmynd að þessari sögu einhvern veginn svona nánast bara full mótuð og ég bara rík á fætur þetta á svona bíómyndamoment og bara svona rauk fram og náði mér í penna og nokkur A4-blöð, settist á eldhúsborðið og bara skrifaði í 1 eða 2 klukktíma bara þess að, já, og ég á þessi blöð ennþá og sagan er býsna bara, hún fættist svona býsna tilbúin. Beinagrindan var komin þarna? Já, hún var bara algjörlega komin. Nafnið mér á sögunni kom þarna á. Þannig að hún kviknaði bara þarna og það var rosalega, já, það var bara skemmtilegt. Þetta skildi koma svona. Já. Það er nú oft, ég held að margir listamenn tengi við það að vera sko óvenju opnir svona á nóttunni. Já. Og hérna lýstur svona niður. Já. Maður hefur heyrt þetta einmitt að sko kannski meðvitundin fær aðeins að hvíla sig á nóttunni. Já. Og þá opnast fyrir hugurinn farin aðeins á flug og maður að vinna úr alls konar hlutum og eitthvað. Já. Það er eitthvað, já, það allan opnaðist einhver kanal þarna sem var mér allan að gagni. Og þú fékkst þessa gjöf, auðvitað, þitt sköpunarverk, en að einhverju leyti líka gjöf? Bara alveg klárlega. Og þetta reyndist, að því vorum að tala líka bjargráðin á það. Já. Að þetta svona, ég sest ekki niður og skrifa þessa bók fyrir rúmum 2 árum eftir slysið, sem er enda samt stuttur tími í sorgarferlinu finnst mér. En þá var bara það að einhvern veginn geta hleypt þessu út og náttúrulega fólk veit það kannski ekki, þessi bók fjallar sko
hún fjallar dauðann og ekki, sem hefur náttúrulega verið dálítið svona tabú. Já, sérstaklega gagnvart sko börnum og úlingum. Já. Við viljum helst halda þeim algjörlega fyrir utan þennan sársauka. Já, einmitt, og þarna ég að fjalla dauða barns í barnabók og fólk var pínu svona, er þetta í lagi? Sko? En ég ákalla hana að skrifa þetta allavega, ég meina, þó það væri þá ekki nema fyrir mig, þetta var hluti, ég gæti gert þetta sem hluti af lokaverkefnum mín í háskólanum líka, ég svona fór smá krókaleiðir og gæti látið það ganga. Þannig að það var einhvern veginn, bæði var ákveðin svona, ég veit ekki hvort ég á að segja heilun eða útrás eða eitthvað í því bara að skrifa þetta, setja þetta alltaf blað. Sagan, bókin þetta skáldsaga, sagan öll, ekkert þarna gerðist í raun og veru, en allar tilfinningarnar eru, sko, ég skrifaði með tilfinningunum en ekki pennanum, sko, eða þannig. Og það nefnilega það sem maður finnur og ég las þessa bók sem fullorðin manneskja og það var það sem ég fann, hún svo sönn. Það er svo mikil reynsla þarna baki, einmitt þó að sagan sjálf sé skáldskapur, að þá sko allur grunnurinn svo sannur. Það gleður mig að heyra. Já. Ég veit að það eru 2 partar af bókinni sem ég langaði að lesa fyrir okkur. Má ég biðja þau að lesa fyrri partinn, sem svona nokkurs konar inngangur, það ekki kynning? Jú, ég var að hugsa að þetta reynt eintak sem er búið að fara við og vel snjáð, en ég var að hugsa að lesa, bara byrjunina. Sagan byrjar í rauninni á því að hún að, sem sagt, við heyrum minningagreinina sem Ásta skrifar Eyviru, vinkonu sína. Og já, ég var að hugsa að byrja að lesa það. Já. Og elsku besta Eyvir mín, ég skrifa þetta til að segja þér og öllum heiminum hvað mér þykir vænt þig. Þú veist samt alveg að mér þykir það. Ég trúi ekki ennþá að ég muni aldrei hitta þig aftur, þótt ég hafa alveg vitað dálítið lengi að þú mundir þurfa að fara frá okkur. Ég alltaf að hugsa allt sem við gerðum saman og líka allt sem við ætluðum að gera saman en fáum ekki að gera fyrr en ég kem til þín þangað sem þú ert núna. Þá ég kannski orðin gömul kona, en ég held að þú þekkir mig samt aftur. Ég sé þig fyrir mér að leika þér með hinum englunum og ef það rigning hárið á þér allt út í loftið, en þú skellir bara því og heldur áfram að leika þér. Þú finnur alltaf eitthvað sniðugt til að gera, en nú fæ ég ekki að gera það allt með þér lengur, heldur bara hinir krakkaenglarnir. Í huganum ég samt líka með og við fíblumst og hlæjum alveg þangað til við getum alla meira og fáum illt í magann. Í gær hló ég meira að segja uppátt þegar ég hugsaði það þegar þú barst hnút á hárið á þér og puttinn festist í því. Ég græt samt miklu meira núna heldur en ég hlæ, en það allt í lagi. Presturinn segir að gráturinn hreinsi út erfiðar tilfinningar og virki eins og plástur á sálina. Þótt hann geti ekki látið sárin hverfa, hjálpar hann til við að láta þau gróa. Mamma kenndi mér falleg orð úr bók sem heitir Spámaðurinn og þau eru svona. Þegar þú ert sorgmæddur, skoðaðu þá aftur huga þinn og þú munt sjá að þú grætur vegna þess sem var gleði þín. Mér finnst þetta rosalega fallegt og þetta líka alveg rétt. Ég var mjög glöð að eiga þig sem vinkonu og ég ennþá glöð yfir því, en ég græt líka mikið af því að þú þurftir að fara frá mér. Ef maður sorgmæddur yfir að hafa misst eitthvað, þýðir það að maður hefur átt eitthvað dýrmætt. Og mamma segir að við höfum átt svo dýrmæta vináttu. Einn daginn hittumst við vonandi aftur og þangað til ætla ég að geyma vel allar minningarnar okkar svo við getum skoðað þær saman og talað þær. Ég búin að fá gjöfina frá þér og hún gladdi mig ofsalega mikið. Ég líka alveg búin að ákveða að gera það sem þú sagði mér að gera og lofa að standa við það. Ég sver við leynistaðinn okkar. Ég geymi þig alltaf í hjartanu. Þín besta vinkona að ólífu, Ásta. Nokkur tár hrynja niður á dökkar flétturnar sem breiða úr sér á dagblaðinu. Ásta liggur á gólfinu í herberginu sínu með nokkura daga gamalt blaði fyrir framan sig og les minningagreinina örugglega í 100. skipti. Minningagreinina sem hún skrifaði sjálf bestu vinkonu sína. Ásta og Eyvur. Eyvur og Ásta. Þær voru alltaf saman. Þær voru óaðskiljanlegar og ef einhver nefndi nafn annarar, fylgdi hitt iðulega á eftir. Svona hefur þetta alltaf verið, en nú það búið. Eyvur farin. Hún dáin og samt var hún bara nýorðin 12 ára. Takk fyrir þetta. Og svo í bókinni þá höldum við áfram að fylgja henni eftir í því verkefni að einmitt halda áfram. Já. Og finna út af því hvernig heldur maður áfram þegar maður búin að verða fyrir stóru áfallum miklu missi. Já, það svolítið rauður þráðurinn í þessu og það kannski verkefni sem ég stóð sjálf frammi fyrir þessum tíma og það verkefni söguhetjunnar okkar í bókinni
og svona allt sem að hún að gangi í gegnum, það eitthvað sem að við gengum í gegnum á sínum tíma, sko, ýmist mjög bókstaflega eða með einhverjum hliðstæðum hætti. Já. Þannig að eins og ég segi, það svona, sagan mjög persónuleg þó hún sé, sko, söguþráðurinn allt það sé skaldað. Já, að þú þekkir það sem hún að fara í gegnum og þú ert að skrifa reynslu þína af því að vinna úr sorginni. Já, ég að gera það og það gerði óbúslega mikið fyrir mig, ekki sem sagt bara útrásin við að skrifa var ofsalega góð, en svo var einhvern veginn líka bara það að ná að sko koma þessu einhvern veginn frá mér, sem var nú reynda líka ákveðið feimnismál að hleypa fólki í íran texta, það var eitthvað sem þurfti að yfirstíga, en að geta einhvern veginn gert það, geta tileinka sunnu þessa sögu, búið eitthvað til sem fættist út úr þessum hörmungum, að það var óbúslega svona gefandi, kannski hjálpaði líka fyrir framhaldið. Já. Og svona sýndi manni að það er hægt að gera ýmislegt. Það er hægt að gera ýmislegt. Og það er einmitt sko, ég velti því fyrir mér hvort að þú gerir þér alveg grein fyrir því sko hvaða áhrif bókin hefur haft á aðra. Hefur þú fengið að svona fá tilfinningu fyrir því að því að, eins og þú segir, þú skrifar þessu rosalega persónulegu sögu og svo bara kastar henni út í veröldina og það tekið við og þú fær náttúrulega bara sko verðlaun og allt slíkt. En svo það þetta sko lesandinn heima sem að lesa og út frá sínum veruleika. Sko ég veit ekki hvernig ég á að svara því. Henni var óbúslega vel tekið sem að var mjög gleðilegt, kannski ekki síst að því að það gat alveg verið að fólki þætti þetta bara ekki viðeigandi sko yrkisefni fyrir börn eða sko kannski myndum við bara mistakast við framsetninguna og þetta kannski eins og ég segi, ég skrifa kistulagninguna, ég skrifa jarðarförina, það allt þarna, þetta ferlið allt þarna inni. En ég fann það strax að ég fór til dæmis víða og las upp í skólum og víðar og hitti mörg börn eftir að bókin kom út. Og þau voru þetta kveikti, sko ég fann að þetta kveikti mjög fallega í þeim. Ég fekk margar spurningar, alls konar eftirminnileg samtöl sem kviknuðu á þeim samkomum. Já. Og svona þegar eftir, með árunum hef ég heyrt stundum af því hún sé notuð í kennslu til dæmis bæði hjá börnum og fullorðnum og svona og það bara allt svona gleður. Rosalega, þegar maður finnur að þetta svona kannski lifir eitthvað áfram. Já. Og það þetta af því að sko, ég svo þakklátt fyrir þessu bók og ég veit að hún á bókasöfnum í flestum skólum landsins. Einmitt af því að ég vinn svo mikið með börnum í sorg og þau upplifa svo oft sterkt einmanaleikann. Já. Af því að það blessunarlega það sko færri börn fullorðnir sem þurfa að takast á við sorg svona snemma. En ég hugsa til þess að ég bendi krökkum ofta á bókina af því að í þeirri vonu hún rjúfir svolítið þennan einmanaleika. Bara hér ég að lesa stelpu og hún veit, þessi stelpa veit hvað ég að fara í gegnum. Já, og ég held einhvern veginn líka bara börn þau eru svo klár, þau eru svo skynsöm, þau eru svo næm, að sko, þau vita alveg hvað í gangi, líka þegar við höldum að við vita ekki, þau finna miklu meira heldur en við svona gefa þeim kannski oft kredit fyrir. Já. Og ég held að maður í raun skrifa allt og tala allt við börn, en maður kannski reynir bara að vanda sig og gera það réttan hátt þetta. Og mér fannst það í raun bara að vera þakklátt að maður svona kannski léta hans vaða út fyrir eitthvað svona þægindarhing í hvað talað við börn og mér fannst það bara skila sér margfalt tilbaka til mín allavega. Já, nefnilega. Og svo það einmitt sko og ég ekkert vissum að þú hafi kannski verið meðvituð það þegar þú varst að skrifa bókina, örugglega ekki. Af því það líka svona frekar ný kenning í þessum sorgarfræðum. En það sem gegnum gangandi í bókinni þetta að Ásta, söguhetjan, henni tekst að halda áfram og hafa vinkonu sinni alltaf með sér. Og hún skilur ekki vinkonu sinni eftir og hún tekur minningarnar með sér og hún með hana hjá sér í gleði og sorg einmitt í hjartanu eins og kom fram í textanum sem varst að lesa. Og svo bara sýnir það sig þegar verið að rannsaka sorgina og syrgjendur að fólki sem sko einmitt nær vinna vel úr sinni sorg, það gerir einmitt þetta. Það skilur ekki minninguna eftir eða reynir að slíta tengslum við það sem farin. Þau einmitt eiga áframhaldandi tengsl og leyfa ástvininum sem dáinn að vera ennþá partur af lífinu og partur af lífinu í dag. Já. Og leyfa manneskjuna að hafa áhrif á sig. Þetta eitthvað sem að þú kannski bara einmitt svona náttúrulega uppgötaðir í þínu sorgarferli sem birtist í bókinni? Já, bara alveg hiklaust. Maður var ekki tilbúin einhvern veginn að náttúrulega skilja við hana. Nei. Þannig að maður svona leitar að leiðum til að
sko hún lifi áfram með okkur og ég sagði að við værum lokuð en við reynum nú samt að nú á ég 2 börn í dag og þau náttúrulega fengi aldrei að hitta hana sem mér finnst alveg eitt af þessu sem mér finnst óhugsandi ný tegund af sorg kannski. Já, í rauninni og það er svona, sagði ég á hana, sorgin bankar alltaf upp á reglulega og jafnvel með sko nýjum hætti og allt það og það til dæmis ég upplifði það mjög sterkt að dóttir mín sem er 6 ára og heitir einmitt í höfuðið á systur minni Sunna. Hún talar mikið, sko hún talar oft hana ekki bara sem sko engilinn okkar heldur svona vísar í hana og svona pælir í ymsu og svona þannig að mér finnst það bara mjög dýrmætt og það er ógeðslega hollt fyrir mig að einhvern veginn að hún sé þannig áfram með þó að sé þetta sárt líka þannig að mér finnst þetta hljóma mjög svona skiljanlega þessi kenning Sunna hún er ennþá lifandi partur af lífinu ykkar og ástæðan til hennar sömuleiðis Já, það verður það alltaf Þakka þér kærlega fyrir að koma til okkur. Það var rosalega gott að fá þína innsýn og nú erum við búin að fá 3 listamenn til okkar. Þetta er síðasta streymið, svona stefnumót í hádegi, en Vilborg Davíðsdóttir rithöfundur, hún ætlar að koma til okkar 7. nóvember á minningu látinna í Garðakirkju og það er svona lokapunkturinn í þessum þríleik sem endar svo 7. nóvember í Garðakirkju á minningu látinna og þar mun Vilborg Davíðsdóttir segja frá sinni reynslu og sorg. En mér langaði að biðja þig, ég veit að það er einn partur af bókinni sem ég langaði að lesa að við myndum bara enda á þeim upplestri. Ég er náttúrulega, mér langar bara að þakka kærlega fyrir boðið, bara mér þykir vænt að fá að vera með í þessu hjá okkur. Já, takk. Þetta er búið að vera, það er bara gefandi líka. Stundum hollt að opna á hlutuna þó það sé erfitt. Já, gott að heyra það. Já. En við kannski ég ætla að vera að enda á að lesa kafla sem gerist í kistulagningunni og þar eru þær í ýmsum, við erum náttúrulega öll sem kannski missum, við förum held ég öll í einhverja vangaveltur hvað tekur við, ég meina er eitthvað framhald eða hvað er að fara að gerast og þessu náttúrulega veltir Ásta fyrir sér eins og öllu öðru og mér langar svolítið að enda þar. Kistulagningin var haldin í fallegri kapellu rétt hjá kirkjunni í hverfinu þeirra. Þetta var lítið hvítt hús með litríkum glerlistaverkum í gluggunum. 2 útikerti loguðu sitt hvoru megin við innganginn og inni í andirinu hafði verið kveikt á stórum kertum sem stóðu undir mynd af Jesú og nokkrum börnum. Í kistulagninguna komu bara nánustu skyldmenni Eyvarar og svo hafði Ástu og mömmu verið boðið. Ásta hafði einu sinni áður verið við kistulagningu. Afi hennar dó rúmum 5 árum áður og þá var kistulagningin á sama tíma og jarðarförun. Hún fór ekki upp að kistunni en sá samt að í henni lá afi eins og hann væri steinsofandi. Þótt hún vissi hann væri dáinn átt hún hálft og hvoru von á að hann færi að hrjóta hátt eins og hann gerði alltaf og þegar henni fannst ein konan syngja ofsalega falskt var hún dauðhrædd að afi myndi sussa höstugur á hana. Ástu þótti líka hræðilegt að sjá kistuna með afa í síga ofan í jörðina í kirkjugarðinu. Hann hafði alltaf sagt við Ástu að þegar hann dæi ætti hún ekki að gráta heldur vera glöð því að þá fengi hann að hitta ömmu aftur. Hann sagðist ætla að kissa hana 1000 sinnum beint á munnin og dansa svo með henni inn í sólarlagið. Svo myndu þau vera saman alltaf upp frá því. Þegar presturinn byrjaði að móka mold yfir kistuna ofan í jörðinni fór Ásta að hágráta því að þá hélt hún að afi kæmist ekki út til að hitta ömmu. Eftir jarðarförina sagði Ásta mömmu frá þessum hugrenningum sínum og þær mæðgur áttu langar samræður lífið og dauðan og líkamann sem lá í kistunni. Líkaminn er bara hylki utan sálina og þegar maður deyr þarf maður ekki lengur að nota hylkið, útskýrði mamma. Þegar afi dó flögraði sálin hans hamingjusum út úr líkamannum og kannski fékk hann meira að segja strax þá að hitta sálina hennar ömmu. Í kistunni liggur bara líkaminn sem hann notaði til að hreyfa sig og tala og gera allt það sem maður þarf að gera á meðan maður býr á jörðinni. Nú þarf hann ekki lengur að nota líkamann og þá er hann grafinn og með tímanum verður hann hluti af náttúrunni. Finnst þér það ekki fallegt? Spurði mamma. Jú, svaraði Ásta hugsi. En hvar býr maður svo þegar maður býr ekki hérna á jörðinni lengur? Já, það er nú það sem við vitum ekki nákvæmlega fyrr en við deyjum sjálf, svaraði mamma. Það deyja allir á endanum og þá fáum við að vita hvað tekur við eftir þetta líf hérna á jörðinni. Hver og einn finnur það bara í hjartan á sér hverjan trúir og margir trúa því að sálin fari til himnaríkis og lifi þar hamingjusum í líki engils. Sumir trúa því að þetta sé einhvern veginn allt öðruvísi og maður má alveg trúa því sem maður vill. Ásta sætti sig við þessi svör og eftir að afi dó hafði hún lítið hugsað dauðan. Þar til Eivör varð mikið veik. Þá hafði hún ekki komist hjá því að velta fyrir sér ýmsum stórum spurningum en því miður var sjaldan hægt að finna fullnægjandi svör við þeim. Takk fyrir. Takk fyrir mig.